Það FM 95 Bjö sem að heilsar ykkur á þessum fallega mánudegi. Auðun Blöndal farin í sumarfrí í næstu 3 vikurnar og ég, Björn Bragi Arnarsson, verði við stjórnvölinn þangað til að hann kemur aftur og eins og ævinlega góðir gestastjórnendur. Þeir verða nú hérna Sveppi og Pétur og Hjöppi á sínum stað en ég vanur að vera á mánudögum sem gestastjórnandi, nú ég stjórnandi, þannig að í minn stað í dag kominn Kristján Sturla Bjarnason, vertu velkominn. Takk fyrir það. Kristján Sturla hljómsveitarstjóri hljómsveitar Jónssonar, mikill píanóleikari, næsti Jón Ólafs myndi sem við segja. Já, ég veit nú ekki með það. Eða bara nýji Kristján Sturla? Já, vonandi bara. Já, einmitt. En þú við erum góði vinir og hérna, þannig að við ætlum að gera góðan þátt hérna í dag. Og þú náttúrulega líka með svo fallega rödd, þannig að ég mjög spenntur fyrir það að hafa þig. Á ég að tala með henni svona? Já, hvernig hún? Já, við erum hérna bara, sko, mér finnst náttúrulega málinn bara í þjóðfélaginu ekki vera nú. Ég get tekið samt, já, mismunandi kannski í nálgun. Já, þetta orðið sprengisandur með Sigrúnu M. Egilsinni? Já, það svolítið svona. Já. Hvernig það? En ég samt svona meira, kannski, já, hvað segið þið? Það hérna, þetta svona meiri bylgjurödd, eða ekki? Jú. Þetta svolítið Bjarni Ara. Já, þú svolítið góður að herma til Bjarni Ara. Það smá svona. Já. En það, jú, ég kannski aftur að taka bara mismunandi nálgun á rattirnar, sko. Já, tala með nýrri rödd í hverju kynningu. Já, jafnvel. En hvað syngur ég hvernig kemur undan helginu? Þú ert komin í sumarfrí, sagðir mér. Já, ég fór bara í sumarfrí á föstudaginn. Já. Og bara helgin var rosa fín, við vorum að taka upp. Já. Núna. Hljómsveitin. Og fór öll helgin í það bara, en það var mjög skemmtilegt. Ok, hvað að vera hjá Jónssoni og félögum núna? Það eiginlega bara upptökur, sko, og svo erum við að fara að spilum held ég ekkert fyrir bara á þjóðhátíð. Já, akkurat. Þið voru ekkert á bestu hátíðinni? Nei, við vorum ekki þar, en við vorum eins og á írskum dögum. Já, hvernig var það? Það var bara rosa gaman, sko. Já, ég veit að sá sem situr vanalega í mínu sæti, Auðun Blöndal, hann kíkti þarna og eitthvað lópapissuball. Já. Þið voru þar eða? Nei, við vorum sérst að spila á einhverju torgi þarna, klukkan 10:30 eitthvað með Páli Óskari. Torgi hins himneska friðar á Akranesi. Já. Það kom nýtt lag núna fyrir einhverjum 3-4 vikum sem við erum nú búin að vera duglegir að spila hérna og ekki meira á leiðinni eða? Jú, það bara mjög mikið á leiðinni. Já. Hvernig kemur platan? Platan kemur bara vonandi í október. Okay. Það svona stefnum á það. Ekki svolítið reglan í tónlist að sko ef þú lofar plötu í október þá kemur hún sko í desember 3 árum seinna? Jú, það svolítið, við erum samt að reyna sko, við erum svolítið búin að leggja upp með það að vera svona svolítið stundvísir til dæmis. Já. Og vera svolítið svona standað það sem við segjum. Já. Bara til þess að sko, ég veit ekki, ég kann alltaf meta stundvísir til dæmis. Já, þeir eru líka ábyrgir drengir og svona, það er ekkert sukk á ykkur og þannig að við getum búist við að þið verið stundvísir með plötuna. Já, ég ætla allavega að vona það sko. Já. Og hérna, gekk vel í gær sko og laugardaginn, þannig að mér sýnst jafnvel hún getur bara komið fyrir sko. Já. Er hún betri en fyrsta platan? Já, svona öðruvísi. Já, hún kom með nafn? Nei, hún er ekki komið með nafn reyndar. En hún er svona, hvað maður segja, hún er svona aðeins þróaðri og svona betra sound og betri svona feelingur einhvern veginn. Já, nákvæmlega. Við hérna erum með spikfeitan þátt í dag. Það eru svona fastir liðir eins og oft á mánudögum, til dæmis lífið í barnalandi og við verðum hérna með einhvern slúðurpakka og sturlaðar staðreyndir og svo náttúrulega varði ég að fá þig, Kristján. Með að heita Kristján Sturlaðar staðreyndir? Já, það er það. Ok, takk. Svo náttúrulega það sem maður kannski ekki allir vita er að þú ert mjög góð eftirherma og getur hermt eftir svona ákveðnum karakterum og ég fekk þig til að gera símat sem einn þeirra sem við ætlum að spila hérna seinna í þættinum en við ætlum að byrja þetta á þetta nú reyndar ekki Jón Jónsson en þetta gott lag og þetta á velu við þáttinn í dag. Það verður allir í góðum fíling hér. Hér í FM 95 Björn Bragi og Kristján Sturla með ykkur til klukkan 6 en það komin tími á slúðurpakka dagsins. Spenntur fyrir því? Ég mjög lítill slúðrari sko. Ég nefnilega líka sko. Ég ætti eiginlega bara að láta hann lið falla niður á meðan Auður í fríi. Auður svona slúðurbólur sko. Já, ég skil. Hann fílar þetta. Ég mjög, til dæmis daginn var þegar ég var með þáttinn, þá var Frikki Dór með mér sko. Já. Og hann bara gætt botnað allt slúðrið því hann hafði heyrt það bara fyrir mörgum mánuðum sko. Slúðrið sem ég var með sko. Ég sko fylgist eiginlega ekkert með svona sko. Nei. Ég bara einhvern veginn, já, ég var lítið bara áhuga á að vita eitthvað, þú veist. Hvaða skó einhver var að kaupa sér og eitthvað. Já, og svona einhver engamál fólks. Já. Og hvort að Kim Kardashian komið stóran rass eða eitthvað svo leiðis. Já, það svona,
þú veist, auðvitað svona glugga maður yfir þetta, sko. Já. En það situr ekkert eftir, sko. Nei. Þú veist, ég til dæmis get ekki nefnt neitt slúður núna. Veistu hver kærastan hans Justin Bieber er? Já, það er hún hann að... Hvað heitir hún? Hún er hann að stelpa. Ég veit að það er stelpa allavega. Já, þú veist hann ekki á hommi. Nei, já, ég veit að það. En fyrsta slúðrið er einmitt af þeim. Nú? Þetta nú tók ég bara vísi, sko. Ég reyndi að vera að segja það samt, að ég er ótrúlega lélugur með nöfn, sko. Já. Það tekur mig alveg svona nokkur ára, til dæmis, ég er ágætur með leikara, sko. Já. En ég er bara svona, þú veist, nöfn og mun eitthvað svona, þú veist. Þess vegna hef ég aldrei getað fylgst með fótbolta, sko, því að ég alltaf eins og hálfviti bara. Já. Í fótboltaumræðum. Heldur að sé ekki bara því að þú eru ekki áhuga á honum. Gæti spilað inn í. Já. En allavega, þá eru þau Justin Bieber og Selena Gomez. Já, auðvitað. Þau eru að gangi gegnum sambandsörðuleika og þau hafa verið saman í á annað ár. Já, það er fólk það. Já, en þau eiga að hafa hætt saman nokkrum sinnum undanfarna mánuði og eru að gera sitt ítrasta til að bjarga sambandinu. Já. Hvað segirðu þessu? Ég er alltaf ánægður að séu ekki gefast upp, sko. Er það? Ég meina, ef þau eru að hætta saman nokkur sinnum, þú veist, þýðir það ekki bara að, þú veist, Bieberinn þarf að fara að kíkja í... Jú, það gæti kannski sagt það er kannski eitthvað þarna sem er ekki að ganga upp, sko. Já. En ég er nú alltaf samt ánægður með það fólk svona... Gefur ástinni tækifæri. Þó séu 2-3, sko. eins og er það ekki hérna í Seinfeld það sem var hérna, tekið dæmi í ísskápinn. Jú, Kóksjálfsson. Já. Það sem hérna... Hann þarf að velta honum, hann sikkur að hliðina svona einhvern veginn. Já, þegar maður er að hætta með mannesku, þá er það eins og að velta kók sjálfsala, af því að hann veltur aldrei í fyrsta push, þú ert að íta honum nokkur sinnum. En ég meina, kannski er það sem er í gangi hjá þeim Bieber og Gomez. Sko. Ég meina, 2 ár, það tekur smá tíma að svona, þú veist, að loka málum. Já. En auðvitað líka, þú veist, er leiðilegt að fólk er ósátt að eyða kannski ævinni í að vera ósátt í sambandi, menn það er náttúrulega ekki heldur. Hefur ágjur að því að Bieber muni eyða ævinni að vera ósáttur? Já, þú veist, ég hef smá ágjur á Bieber. Hvað gefur Bieber og Gomez langan tíma? Svona, já, með að þau séu búið að vera erfiðleika undanfæri, þá gef ég þessu svona... Kannski 2-3 mánuði. 2-3 mánuði, segir Kristján? Já, með svona einni útlandaferð kannski þau reyna að bjarga þessu. Já. Taka 2 vikur á Bali eða eitthvað svona. Já, það er örugglega bölvað álag á þeim maður. Herru, svo er það hún Britney Spears vinkona okkar. Já, blessunin. Já, blessunin. Hún sko var að posta einhverjum myndum af sér með fjölskyldinu á bikini. Með fjölskyldu? Á hún fjölskyldu? Já, hún á náttúrulega einhver 30 börn. Já, alveg. Já, þannig að hvað er, þau eru 2. Já. Allavega á myndin er hún með 2 börnina, ég veit ekki hvort það leynast einhver fleiri í húsinu. Og hún lítur bara fanta vel út og meina hún sé bara búin að rífa sig all svakal í gang og vera dugleg í ræktinni. Gaman að heyra það. Já, það er gaman. Líka alltaf gaman að heyra að fólk tekur sig á. Já. Hún til dæmis, hún fór aðeins í smá fór utan vegar. Já. En hún fann veginn aftur. Vægt til orða tekið og þegar hún hann snóðaði sig og svona, þú veist, sem er svo sem allt er lagi skilur en það svona bar kannski öll merkið þess að það væri ekki alveg allt hérna í góði hönd. Já, svona af því að út af hennar svona, út frá hennar sögu, sko. Já, hún leit ekki nóg vel út tíma. Nei. Á líkam og sól. Hún var kannski bara svona rópa á athygli. Já. Það sem er mjög skrítið að því hún fær mjög mikla athygli. Já. Svolítið skrítið það að svona frækt fólk rópar á athygli. En er þetta ekki svona, þegar svona mikil og ýkt athygli, gerur hún fólk ekki alveg bilað? Jú, þetta er auðvitað mjög erfitt, sko. Já. Getið ég ímyndað mér. Hún er bara venjuleg sveitastelpa, Britney. Britney, sko. Já, hún er bara venjuleg stelpa ekki eins og þú og ég reyndar en, þú veist að við erum ekki stelpur en hún er bara venjuleg stelpa eins og einhver önnur stelpa, sko. Já, nákvæmlega. En ég vona bara, þú veist, líka kannski kennir manni að það er ekki allt tekið út með fræðinni. Já, einmitt. Þú veist, svona, ég meina, peningar og fræði er ekki allt. Það er svolítið magnasamt með svona eins og dæmið, og með Britney dæmið, sko. Og eins og til dæmis með Charlie Sheen, hann var nú bara algjörlega sturlaður hérna fyrir svona cirka ári. Já. Að það er einhvern svona comeback, þú veist, fólk elskar endurkomur þessara föllnu stjarnar, sko. Já, algjörlega. Þú veist, þegar einhver tekur út svona alveg klikkað tímabil og svo kemur hann einhvern veginn bara 2 eldur tilbaka, þú veist, þess að Robert Downey Jr. líka, hann átti nú ekki 7 dagana að sæla hérna árið. Já, algjörlega, fólk kemst í gegnum þetta einhvern veginn og þú veist, þetta er svolítið bara svo bíómyndir, sko. Já. Þú veist, það kemur svona einhvern veginn aðalhetjan þú veist, og kemst í hann krappan, sko. Fall og rís, sko, og maður er bara, nei, nú er þetta búið. Og svo rís hún aftur. Já. Og þá hugsa maður svona, já, hann gæti þetta, þú veist, einhvern veginn og gefur svona fólki von kannski sem er að missa það. Já.
gefur okkur von. Herru, svo það að lokum, sko það var svo mikið að fréttum af Tom Cruise og Katie Holmes, ég bara komst ekki yfir þetta, sko, en það allavega allt brjálað á milli þeirra og þau eitthvað að deila hver fær Suri Cruise og eitthvað svona og þú veist, hún segist ekki vilja enda eins og Nicole Kidman sem vill meina að hann hafi eyðilagt, þú veist, Tom Cruise náttúrulega var með Nicole Kidman og það samband var náttúrulega þetta bara stóð á brauðfótum allan tíman. Þetta, þú veist, hann Tom vinnur okkar, hann bara stjörnubilaður eða hann bara... Tom þetta bara, sko, ég veit ekki alveg hvað að segja Tom, sko. Bara málið að hann tjaldar hinum megin við lækin eins og oft hefur verið haldið fram og þess vegna öll samband hans við konur undarleg. Já, er því haldið fram, já? Já, því hefur lengi verið haldið fram að hann sko. Ég veit ekki, ég fíla hann sem leikara, mér finnst hann mjög skemmtileg leikari. En hann kannski bara, þú veist, kannski þau bara með önnur áhugamál, sko. Hann vill fara í veiði, hún vill fara í sundi eða eitthvað. Já, nákvæmlega, þau vilja allavega ekki fylgja hvert öðru en talandi að fylgja, þá fáum við hér lag sem að heitir I Follow Rivers. Skemmtileg. Lykke Lý. I Follow Rivers heitir þetta með hljómsveitinni Lykke Lý. Hvað sér I Follow Rivers? Já. Ég elti ár. Eða sko einhver sem heitir Rivers, eins og Joan Rivers. Það finnst að hann væri að elta ár út allt. Já, ég nefnilega hefði bara, maður hefði haldið að ég heiti bara I Follow, sko. Já. Eða I Will Follow. Já. Þetta svona heimir skrítinn maður. Já, maður skilur þetta ekki allt í heiminum. Nei, og talandi að skilja ekki allt í heiminum, þá ég með eitt sem ég rakst á. Já. Og það eitthvað sem þetta svolítið sem ég bara, ég alltaf ekki fyrir mína. Það svona pilsuátskeppnir í Bandaríkjunum. Núna var einhver keppni á þjóðhátíðardag Bandaríkjanna. Skemmtilegt að fagni þjóðhátíðardegi sínum með því að keppi pilsuáti. 4. júlí, sem með afmælisdagurinn minn. Til hamingju með það daginn. Já, takk fyrir það. Það var keppni og sú sem sigraði í kvennaflokki var hinn 45 ára gamla Sonja Thomas sem átt 45 pilsur í brauði. Ég skal segja ykkur það. Á svona einhverjum 10-15 mínútum, 10 mínútur. Ég hef fått 10 mínútur til að geta þetta. Já. Og hún 50 kíló, þessi kona, og hún átt 45 pilsur. Hvað? Ég borða 3 pilsur. Já. Svona ef ég mjög svangur, sko, og þá ég að deyja í maðan, eða sko, ég ekki að deyja, en ég fær svona ónót, ef ég borða einu viðbót, 4, þá ég að deyja í maðan, sko. Ég held að það sé bara einmitt, veist, ég held að, sko, 5 pulsur séð úr bara svona alveg bara... Já, þá svona, fólk horfir á þig og svona býtir nú þess, það ekki alveg leið með þennan. Einmitt. Maður bara 5 pulsur. Einmitt. En 45 pulsur. Það 9 sinnum meira. Það svona eins og bara... Ég held ég hafi aldrei borðað 3 pulsur eins og ég held ég hafi borðað 2 pulsur alltaf. Já. Kannski 3 eða grillveisla. Já, það með svona maður svangur og maður svona eitthvað, já, kóti með aðra pilsu. Já, svona, ok, ég fæ mér eina. Já, maður grænist ekki í dag, eitthvað svona. En 45 pilsur, það þetta bara, Og þetta kona, sko, hún 50 kíló. Já. Hún 30 kílóum léttar en við tveir, sko. Ég bara orðlaus, sko, ég veit ekki alveg hvað ég að segja, sko. Nei, ég vona að fólk sé ekki stunda þetta. Já, því að svo magnað, sko... hún ennþá á lífi þessu kona? Það kom ekki fram að hún væri döð, sko. Ég meina, þetta ekki fyrsta skipt sem hún gerir þetta, væntanlega. Svo, sko, fór ég að lesa þetta og það heimsmethafi og heimsmeistari í kappáti Joey Chestnut frá Bandaríkjunum. Já, einmitt. Og við höfum nú einhvern veginn séð einhver YouTube-myndbönd á honum. Hann á, sko, heimsmetið í pilsuáti. Það sló hann 4. júlí mitt árið 2009, væntanlega í svipari keppni. Þá átt hann 68 pilsur í brauði. Þessi gaur sko, hann fæddur 1983, sem gerir hann 28 ára gamlan. 63 pilsur? 68 pilsur. 8 pilsur? Já, og sko, svo þú veist, fólk getur lesið um hennar mann á Wikipedia bara. Það hann á fullt af sko heimsmyndum í öðru sko, til dæmis einhvern tímann árið 2008, þá átt hann 241 kjúkling á eng. Hann átt einhvern tímann... Hvað í gangi? Á einhverju keppni í Tennessee í október 2007, þá átt hann 103 borgara. Og maður sér fyrir sig bara einhvern svona bara 10 metra stóran og einhvern mann bolta sem bara svona eins og Sigurbúðakallinn í Ghostbusters. Já, sko, þessi gæir samt bara, hann er svipastór og ég held... Bara svona eðlilegur maður. Já, hann bara venjulegur stærð og hann 99 kíló. Hann alveg svona bara velvaxinn, skilur. Hann ekkert einhver hlungur.
og hann bara og þú veist, þetta meira sko, einhver steik hérna átan, einhverja 4,5 punda steik með meðlæti á 8 mínútum og 52 sekúndum. Hvernig venjuleg kvöldmáltíð á svona manni? Bara, elskan, hvað í matinn? Það eru, þú veist, 40 pulsur eða eitthvað. Þú veist alveg, ég búinn að vera að vinna í allan dag og ég þarf að fá mínar 68 pulsur. Ég nefnilega sko, svo stendur hérna training, þú veist, hvernig hann æfir fyrir þetta. Og þá sem sagt, sko, þá fastar hann borðar ekki, sko, mat, en hann teygir magan með hérna mjólk og vatni og próteindrykkjum. Svona, þú veist, fyrir dagana fyrir keppni, sko. Og til dæmis þegar hann sló þetta kjúklingavængja með þarna, þá sem sagt, sko, þá bara byrjaði hann að drekka ógeðslega mikið vatn og borða ógeðslega mikið vængjum til þess að venja magan við vængina. Og hérna... Það er mjög eðlilegt. Og sko, hann er samt ekkert búinn að þyngjast síðan hann byrjaði að keppa. Það sem ég stela athyglisvert af öllu er sko hvernig hann byrjar í þessu, þú veist. Hann hefur verið svona heima, mamma segir eitthvað, rosalega matarlist ertu með, Joey minn. Hún er búin að borða 7 pulsur. Og hann bara, já, ég ætla að borða meira. Og svo bara ráðist á allan að geta eitthvað fjölskyldumeðlum kannski. Þú veist, það kemur ekki á óvart. Ég sko, hans helsti keppinutur er, ég held hann sé japanskur, hann heitir Kobayashi. Og einhvern tímann sá ég myndband þar sem Kobayashi var í einhverjum svona sjónvarpsþætti að keppa í pulsuáti við skógabjörn. Það var semst skógabjörn í búri og hann fengur sama fjölda pulsum. Já, ég held ég að sé þetta myndband. Og svo byrjuði þeir að borða en reyndar vann skógabjörnin, sko. Já, eðlilega kannski. Já, sem betur. En já, mér finnst athyglisvert, sko, hvernig þetta byrja. Var hann bara einhvern daginn bara, ég ætla að búa með 4 pulsur. Já, komdu með það. Og svo bara... Svo er þetta svo brenglað líka, því að þú veist, þau einhvern veginn nota vatn, þú veist, dýfa brauðin í eitthvað vatn til þess að geta tróðið í honni sig. Þetta er bara eins og íþrótt. Já, fyrir þeim, sko. En þetta er náttúrulega ekkert eðlilegt við þetta. Nei, og ég vona að fólk sé ekki að stunda þetta. Nei. Nema, eins og kannski hann, búin að fá mikla þjálfun í þessu, sko. Já. Það er líka eitthvað brenglað við það að, sko, meðan það er fólk að svelta í heiminum, að þá sé einhver bandaríkjamaður að borða 68 pulsur á 10 mínútum. Já. Það er svo misskipt. En fáum hérna ljúfa tóna. Þetta er það nýjasta frá ykkur. Þetta er það nýjasta frá Jóni Jónssoni og félögum og hjá mér er einmitt hans hægri hönd og hljómsveitarstjóri Kristján Sturla Bjarnason og verður með mér til 6. Yes. Ertu stoltur af þessu lagi? Já, ég er það, sko. Þetta er mjög fallegt. Þetta er virkilega fallegt, já. Eins og svo margt annað frá ykkur. Takk fyrir það. En nú er komið að svo litlu sem ég er búinn að kvíða fyrir og það er sumarleikur FM 957 sem að hérna, maður ekki spila trailerinn eða? Já, býtu, spila hérna smá trailer til þess að útskýra hvað er að gerast. Sumarleikur FM 957. Það er partí! Herru, það er þess að sumarleikurinn, þá hringjum við í einhverja mannesku sem er búin að taka þátt í þessum leik og hún þarf að svara með því að segja rétta orðið, eða réttu setninguna sem er taktu til við að tvista af þessu sinni og við ætlum að hringja í hana Eydísi. Hún þarf að svara taktu til við að tvista til þess að vinna glæsilega vinninga. Hún er að missa af öllu, hún Eydís. Eydís, svaraðu. Stuck back in the... Eigandi þessir 6, 9, 6, kannski slökum á þessu. Þar fór ekki út vinningar núna. Ef að prófa annan eða? Eða að taka þetta eftir? Já. Þá þýðir það að það bætist við vinningur og við hringjum aftur í einhvern milli 5 og 6. Já, og hérna... strax fann að hlaka til. Er það ekki? Og ég segja hvað er í vinning hérna? Já, endilega, við lítum þetta. Við erum að tala um sko rafting, pizzavislu, bíómiða, gjafabréf, tyggjótaska, gjafabréf frá Clean and Clear, pizzavislu frá Domino's, World Class, Amino Energy frá Perform.is og flöskuborð á English. Ég á ekki til eitt auka tekið þar. Nei, þetta er alvöru. Já, þetta er flott. Þetta er ekkert grín. Nei. Herru, sumarleikurinn fór ekki út. Við ætlum að halda áfram hérna rétt á eftir. Svaraðu rétt. Sumarleikur FM 957. Alla virka daga frá 7 til 6 á FM 957. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bráðlaukana á Krúa Thai?
Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrvals af thailensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Veldu þér 2 vikur í sumar á orkan.is áður en þú pakka niður í ferðalagið landið og vertu á 7 króna afslætti allan tíman á 67 bensínstöðum Orkunar og Shell út allt land. Já, góða ferð. Orkan. Ertu að lifta? Finn líkami.is. Upplifðu Íslands öðruvísi í sumar. Bókaðu þitt sumarandri strax á rafting.is. Active Rafting. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Plata vikunnar á FM 957 föstudagslaugin með Sverrir Bergmann og Halldóri Gunnari. FM 95 Blö. Á FM 957. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. You wouldn't believe the most amazing things they can come from. Þetta Some Nights og með hljómsveit sem kallar sig Fun. Þeir að hlusta á FM 95 Björn með Birni Braga og Kristjáni Sturlu til klukkan 6. Kristján, þú varst að segja að þú fílar þetta lag? Já, mér finnst þetta skemmtilegt lag. Já. Þetta svona skemmtilega raddir í byrjun, svona afrískur fílingur. Já. Það eitthvað við það. Það eitthvað við hann afríska fíling. Já. Og ef að Kristján segir þetta sé gott, þá vitum við að það gott. En við höfum svona verið að kíkja á aðeins einhverjar svona fréttir og það eitt sem að ég rak augun í og það að feitasti úrlingur Bretlands að fara í megrun. Já, ánægður að heyra það. Já, hún sem sagt, hún Georgia Davis sem hefur talin feitasti úrlingur Bretlands. Hún yfir 300 kíló, hún 19 ára. Já. Já, og hún að fara til Bandaríkjanna í einhverja megrun, reyndar fór hún í einhverja stofnun og megraði sig fyrir einhverju síðan grænt þessum 40 kíló en svo fór hún til Bandaríkjana og þá fitnaði hún ennþá meira Já, Bandaríkin eru mjög hættuleg. Já, þau eru mjög hættuleg fyrir karlina Já, ég var nokkuð svona þangað og það er mjög auðvelt að missa sig í einhverju svona bara að borða endalaust. Já, einmitt. En mér svona svolítið skrítið svona, þú veist, það stendur í þessari frétt að breski fjölmiðlar hafa fylgst mikið með henni og svona verið að segja fréttir af henni sem svolítið mikið sjúkt, bara eitthvað. Já, má hún ekki bara verið í friði og... Jú, þegar hún allavega eins og kemur fram, þá hún ekkert sérstaklega ánægð með holdafar sitt. Hún allavega talar hana dreym að snúa við blaðinu og græna sig og fara að lifa eðlilegu lífi. Stendur undir hana dreym að flytja til Japan. Ég veit ekki alveg kannski það einhver liður í að græna sig. Þeir náttúrulega borða svolítið heilsusamlegt. Hún sérst ekki eins og konan að það sem var að reyna að vera eins feit og hún gæti. Dana. Nei. Það var bara mjög ánægð með. Sá viðbjóður maður. Já. Hún var nú ekki til fyrirmyndar. Ég þú veist, ég meina þetta náttúrulega snýst þetta kannski líka bara þú veist, ef fólk hamingjusamt. Já, einmitt. En ég hún allavega samkvæmt því sem hún segir, þá virðist hún ekki vera ánægð með sig, Þannig að við fögnum því að hún sé að grípa í taumana. Matræði hennar samanstendur nú að miklu leyti á höfrum, grænmeti og ávöxtum, núna eftir að hún fór að græna sig. En áður úðaði hún í sig hamborgurum, kebab, pítsum og sælgæti. Skolaði því niður með mörgum lítrum á gosi á hverjum degi. Þetta ekki jákvæmt, Nei, líka ég veit að matur náttúrulega, svona slæm matur hefur slæm áhrif á bara líðan, Já, ekki bara líkamlega, Ég einmitt núna að snúa við blaðinu. Ég var að lýsa því yfir í síðustu viku. Ég ætlaði að fara að hlaupa maraþon í ágúst. Og ég svona eins og þú sér, við skruppum upp á meðan auglýsingarnar voru og ég keypti mér Boost frá Ginger. Mjög gott. Já, ég keypti mér banana og hleðslu. Og þú keypti þér svolítið eitt í viðbót. Keypti líka Bounty. Já, ég keypti mér eitt Bounty líka. Bounty það má líka. Já, ég meina Sola, hún alltaf að tala Kókos. Að kókosinn sé svo hollur. Já. Ég svona réttlætið að þannig, en þetta er mjög óhollt. Já, þetta er allt í lagi að fá sér nammi. Ég var ekkert að dæma þig fyrir það, ég var bara svona... Já, nei. Nei, ég meina það er mánudag. Já, ég meina það. Það er ekki laugardagur. Ég fór samt í ræktin í morgun, Já. Og þannig að ég svona... Er þú svona einn af þeim sem fer í ræktin og hugsar,
þá má ég fá mér að ég fór í ræktina. Já, svolítið því miður, sko. Já, en ætti maður ekki að hugsa, þú veist, að maður sé að reyna að vinna sér inn, skilur, þú veist, ég fór í ræktina og ég ætla ekki að borða það. Jú, algjörlega. Algjörlega, sko. Af því að ég meina að þú fer í ræktina og úðar í einhverjum viðbjóði, skilur, þá náttúrulega nærið einhverjum árangri. Nei, það er rétt. Það veit þá sem allt veit. Þetta er líkamsræktar hluti þáttarins, en ert þú eitthvað fyrir að hlaupa eða ertu bara að lyfta? Ég er svolítið mikið að lyfta, ég er enda að hleyp. Ég er að reyna að auka það, sko. Já. Mér finnst það ekkert ógeðslega skemmtilegt, kannski bara því ég er ekkert með þetta sérsta þol, sko. Já. En ég er samt búinn að komast að því, sko, að fyrir svolítið eftir hvernig, sko, hvað mótiverar mér, tónlisti sem ég hlusta á. Já. Ég hlusta mjög mikið á kvikmyndatónlist, til dæmis, þegar ég hleyp. Já. Og hvernig kvikmyndatónlist? Til dæmis Dark Knight soundtrackið eða Inception soundtrackið, sko. Já, svona einhverja spennuþrungna tónlist. Já, það finnst mér eins og ég sé, sko, alveg að byrja, þú veist, í bíómynd, skilur allan tíman. Já. Og myndi örugglega flokkast einhvers konar geðbilun, en ég er sem sagt, sko, og fólk kannski sem mæti mér, þú veist, mér finnst það að vera kannski einhver, þú veist, glæpamenn og ég er svona stekk frá því. Það er reyndar, ég geng ekki svo langt, en en það er samt magna, ég mæli með að fólk prófi að setja Dark Knight soundtrackið sérstaklega gott og leyfa því bara rúli í gegn, af því að það er svona einhvern veginn, það er mjög mikil svona dýnamík í því að stundum spenna og stundum og og maður einhvern veginn eflist bara við það, sko. Já, ég fór að hlaupa núna í gær og fyrir dag, nú er ég komin á fullt í undirbúning. Ég var svona svolítið að hlusta bara svona classic rock, bara svona, þú veist, Led Zeppelin og eitthvað svona tótt, sko, The Who og eitthvað. Já, ég held að það er auðvitað mjög fínt líka, sko. Já, það er svona löng lögmörk, sko, þú veist, að þegar maður er að hlaupa svona langt, og ég líka, sko, ég hef aldrei verið einhver hlaupafíkill, en þú veist, ég er svona farið alveg út að skokka hverju gegnum æfina, en nú fór ég að hlaupa svona, þú veist, þú veist, ég til dæmis hljóp frá miðbænum og upp í Árbæ, frá sjávarsíðunni. Það er alveg geggjað, sko, þú veist, að sjá allt, þú veist, maður rekst alltaf okkar nýtt, sko. Ekki bara hlaupa sama hringinn, sko. Já, ég myndi þar að fara að gera þetta, sko. En hvernig þá komast tilbaka? Leipur þú líka tilbaka? Mamma keyrði mig tilbaka. Já. Það er alveg vandamálið hjá mér, sko. Já. Maður svona komin í Árbæinn, svo bara svona einhvern veginn. Já. En maður er alltaf á leiðinu satt í Árbæinn. Maður vill alltaf hlaupa þangað. Já. Allar götur liggja til Árbæinsins. Öll vötn er rennandi Dýrafjarðar, það held ég nú. Þetta er góð hlaupa umræða, en við ætlum að halda áfram með góða tónlist, býtu. Levels með Avicii í FM 95 Bjö. Hvernig varst það að fíla þetta, Kristján? Þetta er bara skemmtilegt. Já, þetta er skemmtilegt, ekki af skemmtilegt og hitlaði, sant? Nei. Samt ágætt. Samt fínt. Ok. Herðu, Kristján Sturla Bjarnason, gestastjórnandi minn í dag. Ég lýsti hérna yfir í byrjun þáttarins að þú værir góð eftirherma og ég veit að þú ert hóvar maður, þú þarft ekki að kommenta á það, en þú ert það samt. Og mín uppáhalds eftirherma hjá þér er Kári Stefánsson. Já. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar. Já. Og sem er mjög svona skemmtilegur karakter og litríkur og oft verið í fréttum fyrir alls konar hluti og hann er með svolítið skemmtilegan talanda. Má fá stutt tóndæmi? Já, hann er svona, kannski segja aðeins frá hvernig hann byrjaði, sko. Já, gera það. Ég var að reyna að herma til Sean Connery, sko. Já. Og Sean Connery einhvern veginn eitthvað, the situation is not in pro, eitthvað svona. Já. Og svo prófaði ég að tala íslensku og þá kom einhvern veginn Kári bara. Já. En hann er svona, hann er svolítið skemmtilegan talanda, svona. Það er einhvern veginn svona, þessar rannsóknir hafa sýnt á og áræðanleikir þetta, hann talar einhvern veginn svona, það er einhver sérstökur talandi, mér finnst hann frábær samt, sko, en hérna, svona, mjög svona, það er með mjög sérstaklega og skemmtilega talandi og hann er náttúrulega, hann er skrautlegur, sko, hérna, og spurning hvort að þeir sem þú hringtir í viti hver hann er eða svona, hvernig tíman er, en hérna, við allavega, sérst, þú hringdir nokkur símtölu, við ætlum að byrja að spila tvö þeirra, annars vegar þegar þú hringdir í Snælandsvídeó og hins vegar þegar þú hringdir í Árbæjarlaug með svona skrautli erindi. Byrjum að heyra Snælandsvídeó. Snælandsvídeó, ekki eitthvað? Já, er þetta vídeólega? Já. Góðan daginn. Ég er að leita mér að mynd. Já. Ég man ekki hvað hún heitir. Nei. En hún er svona spennumynd. Já. Með svona ákveðnu samt svona hvað maður segja, svona procrastination ívafi. Já. Það leikur hérna maðurinn með hárið þetta, sem var svona
með svona hár, hann með svona, sko, sérstakt hár. Já. Ég veit ekki hvort þú þekkir mig, ég heiti Kári og ég að rannsaka ákveðna hluti í ákveðnum svona genasamsetningum og þessi mynd fjallar svona gen og hvernig þau umbreytast í önnur gen. Og þetta er ákveðin genasplæsing sem á sér stað í þessar mynd, þetta er svona framtíðarmynd einhvern veginn. Og þú veist ekkert hvað hún heitir? Já, hún byrjar á einhverju svona heiti sem einhver space, ég man bara ekki alveg, viltu að ég leiki, ég get kannski sko fyrsta atriði byrja á því að hann kemur þarna inn í svona einhvers konar í klefa og þetta að spyrja fólk svona, þetta er ný mynd. Já. Hún kannski ennþá í bíó, ég veit það ekki. Og svo þeir þarna að ferðast geiminn og lenda þarna á plánetu. Og það fólk sem sem sagt geimverur og svoleiðis. Þetta er alltaf vana ákveðin, veistu svona main gen í þessu, veistu hvað main gen er? Fara á einhverja eyju? Já, þetta er einhver svona eyja sem samt einhvern veginn ekki eyja samt. Þetta er að fara í gameskipi og þetta er í raun og veru alternative universe. Þetta er svona einhvers veginn annar heimur sem erfitt að skilgreina nákvæmlega öðruvísi en bara, þetta er bara svona bíómynda heimur, sko. Ekkert að tala Prometheus? Heyrðu, ég held að það sé sami leikstjóri, ég ekki alveg. Veistu hvað leikarinn heitir? Hann heitir held ég, þetta er samhljóði sem hann byrjar á. Ég held hann heiti Bruce eða eitthvað svoleiðis. Getur það verið Bruce Willis? Ég veit ekki með, sko, hann nú allavega kannski með svipu gen allavega. Já. En það genamengi mannsins auðvitað með ólíkindum hvernig það virkar á fólk. Þetta er held ég 3 myndir sem fjalla sama hlut. Ég veit allan ekki fljótu bræð, allan ekki frá 2002, sko. Nei. Og við getum ekki fundið eftir leikurum en þannig bara, þú veist, hvað myndin heitir. Maður spyrir sig, sko, ef allar kvikmyndir væri með DNA, þá getur maður nú kannski bara fundið það í gagnagurinnum, sko. Já. Heyrðu, það næst þá kannski ekki lengra, ég kannski reyna að finna betur út þessu og ringi svo aftur. Já. Takk að kjalla fyrir. Já, ekki það. Alfæðileg, góðan dag. Já, góðan daginn. Daginn. Kári heiti ég. Já. Og ég hérna að hringja frá mínum síma. Já. Og ég að kannan með heita pottin hjá okkur. Hvað segirðu? Ég að kannan með svona heita potta hjá okkur. Já. Að við erum að rannsaka, ég að gera rannsókn með ásamt háskólamenntumönnum úr Kanada. Aha. Winnipeg. Og við erum að kanna með það hvernig sko ákveðin erfðamengi, ákveðin genasafn. Sem allt erfðar tiltekinnar tegundar. Og við erum að kanna hvernig þetta erfðamengi tengist og hvernig mikið af því fer í hitamyndun og okkur vantar að fá sýni úr þessum potti. Já. Það möguleika á því? Ég get svo sem ekki vel leiði fyrir því, eða það ekki mitt. Erst þú ekki, sko ég hef kannski ekki orðað þetta rétt. Mér vantar í raun og veru bara að koma með nokkra rannsóknarmenn á mínu sviði. Við erum að gera rannsókn á þessu máli. Halló. Já, við vorum hérna áðan að hlusta á skemmtilega símarekki frá Kristjáni Sturlu í það sem á að ringja sem Kári Stefánsson og við náttúrulega hverginari hættir. Ég er bara smá hræddur Kári ef hann að hlusta þá býðum við að taka hann upp við Bjössa. Já, ég ber ábyrgð á þessu. En það er líka, sko, þetta er svo skemmtilegt að ringja með þessu hversdagslegu erindi, sko, og fara út í einhverja gena umræðu, sko. Já, svona fólk sem eiginlega nennir ekkert svara, velnilegt símtalið bara já, panta tíma hérna klukkan 6, ok, en svona pælingi var að fara að tala ógeðslega mikið eitthvað svona genadót og eitthvað. Nákvæmlega, við ætlum að spila 2 viðbót sem annars þegar þú ringdir á Boostbarinn og hins vegar þú ringdir í Solbáston og Smart og þar lendir í stelpu sem bara vissi meira þetta heldur en þú. Bara fáráleg tilvíðun, hún var eitthvað, já, ég er búinn að læra lífefnafræði og ég bara, shit. Við skulum heyra það, byrjum á Boostbarnum. Boostbarinn, góðan dag. Já, góðan daginn, Kári Stefánsson heiti ég. Halló. Góðan daginn, Kári Stefánsson heiti ég. Ég glemdi þarna hjá þér úri í morgun. Úri? Getur það verið? Hvernig, núna í dag? Þetta er svona blátt út. Hanna, er eitthvað úr sem það er lög? Það er svona stórt DNA-merki á því. Nei, það er ekki tér til miður. Þetta hafi týnst kannski þannig í ensímunum hjá okkur. Í ensímunum hjá okkur. Bensínu? Það er ákveðin ensím. Ensími? Sagður ekki að það hefur glemt úri?
Jú, en ég gerði nú það í gís að þetta hefði kannski glemst í ensímunum. Já, ég skil. Og það hafi kannski, ensímin hafi kannski... Ég bara heyri ekki neitt. Já, ég skil það vel, en það eru auðvitað í henni uppbygging okkar mismunandi. Já, en bara því miður, þá ekki hjá okkur allavega. Takk að kærlega fyrir þetta þá. Já, sömuleiðis. Takk. Já, bless. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað þetta með leyfi? Þetta á Grensásvegi. Já, Sólbæðstofan Smart. Já. Já, góðan sæl. Hvað heitir þú, unga dama? Ég heiti Pálína. Sæl Pálína, Káti heiti ég. Já. Ég að kanna með eitt ákveðið mál. Ég sem sagt að rannsaka ákveðin genamyndun í Sólbæðs bekkum, hvernig svona krabbamein og svoleiðis virkar. Ok. Og mér vantar sem sagt að komast í að leigja eitt bekk hjá ykkur, kannski yfir heilan dag. Yfir heilan dag? Ég sem sagt, ég vona á ákveðnum rannsóknarmönnum frá Boston í Massachusetts og við erum að rannsaka sem sagt svo kallu RNA. Já, þú eiginlega bara að hringja í eigandann. Ég veit ekki hvort ég geti hjálpað með þetta. Ég get kannski spurt þig kannski aðeins út í þetta mál meira. Veistu, ert þú kannski eitthvað fróð svona genasamsetningar og svoleiðis? Hvað segirðu? Ákveðin genasamsetningar sem við erum að rannsaka út frá þessum sjónarmiðum sem við höfum og við erum búin að rannsaka taka litninga. Veistu hvað litningur er? Já, ég hef búin að læra lífefnafræði, ég veit alveg hvað þú tala um, en ég skil ekki alveg hvernig þú ætlar að mæla það með Sólbekk. Það sem sagt við erum að rannsaka geislunina frá því og við notum það í sem sagt hvernig það mælist á húðina. Já, hvort að prótíninu ummyndist eða eitthvað? Prótíninu ummyndist og það ákveðin megingen sem við erum að reyna að finna út sem stökkbreytt gen sem veldur ákveðin meinsemd og við viljum að réttmæti séðu þetta mikið í þessa rannsókn. Þannig að rannsóknin sem slíkt þarf að vera áreiðanleg og áreiðanleikastuðull þarf að vera og alfagildi á henni þarf að vera undir 0,05 eins og þú veist á væntanlega ef þú hefur lært þessa lífefnafræði. Já. Hvaða var þitt áhugasvið þar? Ég ætla að fara í erfðafræði. Já. Nú? Já. Þannig að þú ert að tala hérna við erfðafræðing? Já, ég ákvað þetta efnafræðin var ekki fyrir mig þannig að ég að fara í sjúkraþjálfarann. Já, ég skildi. Var þetta ekki, var erfitt að læra þetta? Já, erfðafræðin bara leiðileg. Já, hún er kannski ekki leiðileg, hún er kannski, maður þarf að finna réttan flöt á henni. Já, en ég myndi bara ráðleggja þér að hringja í eigandann ef þú vilt fá að leigja bekk heilan dag. Hver er eigandinn? Hann heitir Ómar. Ómar, þetta er Ómar Halldórsson hérna. Ómar Ómarsson. Ómar Ómarsson? Já. Herru, takk að kjalla fyrir þetta, ég kanna með hann Ómar. Já, bara minnst það á. Og við vonum að þetta gangi hjá þér. Ég vona kannski að þú haldir nú áfram að hafa áhuga á erfðafræðinni. Já, en það að gera það. Ég á bara ekki eftir að vera erfðafræðingur. Nei, en þá allavega veistu það að genin eru náttúrulega upphafals og það þarf að skoða þessi gen. Já, nákvæmlega, maður er að passa upp á þetta. En herðu, bara ég vona þú fáir því framgeng sem þú ert að leita. Takk að kjalla fyrir það. Já, ok. Takk. Já. 1909.is 1909 Hefur þið ekki alltaf dreymt að eignast eigin jörð eða landspildu og eignast griðastað í einu horninu á veröldinni? Fasteignir.is eru á Vísi. Nýtt frá Hraðpenningum. 120.000 krónur í 90 daga. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Feel Good og er með hljómsveitinni Gorillaz og þetta telst örgulega gamalt lag á mælikvarða FM 957 en það er nú ekki nema nokkur ára gamalt samt en það er allt orðið gamalt eða meirinn eins árs hérna. Jú. Og veist hvernig þetta er. Já. Herðu, við vorum að hlusta á stórskemmtileg símaut Kristjáns við Kára Stefánsaðan og þeir sem mista því eða vilja heyra það aftur geta fundið þau á vísi.is væntanlega strax eftir þáttinn. En við höldum áfram vegferð okkar í þessum þætti og mér langar til þess að ræða eitt mál sem er hérna sko, það er viðtöl við nokkra svona eins og er kallað kommentakónga og drottningar á hérna dv.is. Já, alveg. Viðtöl við þetta fólki hérna í dv, eða allavega ég sá þetta bara á dv.is og það er einn maður hérna sem er í svo miklu uppáldi á mér. Hann er með svo skemmtilegan talanda að því hann blandar algjörlega saman íslensku og ensku. Já. Og hann heitir Tony Peralta.
og hann mættur Tony Peralta. Já, sem reyndar bara rándýrt nafn, sko. Algjört mafíósa nafn. Hérna, sko, mér langar að lesa eins fyrir þig, hérna, sko, bara hvernig hann svarar. Þetta svo fyndið. Ég til dæmis búseta, þú veist, hvar býrðu? Þá segir hann, I'm staying with a lovely couple sem ég þekki í Reykjavík en ég eiginlega bara citizen of the world. Hvort sem það Ísland eða Spain, USA eða Dominican Republic, wherever I lay my hat is heima. Svo heldur þetta áfram. Hvers vegna finnst þér mikilvægt að taka svona virkan þátt í umræðum í athugasemdakerfinu? Mér finnst bara að you have to get your message out there, fight for what you believe in og without blowing my own horn þá segir the feedback I get from people on the street and in online messages mér að I'm doing something right. Þetta svolítið flott. Hvernig fylgir þetta? Mér finnst svolítið flott að blanda saman bara, þú veist, það er nærða alveg til svona stórs markhóp, sko. Já. Þú veist, það svona, já, þú veist, líka erfitt að tala svona, þú veist, það geta blanda saman, þú veist, nota nokkur orð, ég hef reyndið þetta stundum, sko, einhverju djóki, sko. Já. Ég finnst það mjög erfitt, sko. Það ég bara tek ofan fyrir honum. Já, nákvæmlega. Ég sko heldur ekki að maður missi út sko hérna þú talar blönd af ensku og íslensku heldur að maður náði þá bæði Íslendingum og þeim sem tala ensku eða heldur að maður missi út allan hópinn? Ég held að maður nái öllum sko. Ég held að jafnvel að hann geti, ef maður myndi blanda inn dönsku og smá þýsku líka, þá myndi að ná held ég til þetta fólk myndi svona staldra við, var hann ekki að segja eitthvað á dönsku þannig? Já. Þú veist, danska fólk, var það ekki dansk hér? Eitthvað svona. Já. Og svo myndi fara að hlusta og svona reyna að rýna það sem hann er að segja, sko. Já, einmitt. Svona eins og þegar svona öðru hverju komin Eurovision-lög í Eurovision sem eru sungin á svona 20 tungumálum. Já. Það fá eiginlega undantekningarlaust 0 stig. Já, reyndar. Já, kannski er þetta ekkert svo góð mynd. En svo útskýrar reyndar, sko, hann spurur hérna, hvað er málið með þennan sérstaka ritstíl? Og þá segir hann, well, ég veit ekki whether I would go so far as to call it ritstíl, actually. Ég hugsa á ensku, íslensku og spænsku, so people shouldn't be surprised that I don't stick to one language when writing. Þetta er mjög organic process og words just flow through me. Annars er ég líka með little phrases I make up sem fólk er farið að þekka. Eins og tvöfalt af LT, with love though. Fólk getur ekki verið people without being the sjálf and this is all part of that. Flottur. Og svo kemur hérna í lokin skemmtilegasta komment sem þú hefur skrifað. Þá segir hann, haha, this is like asking me to pick my favorite child. Nei, býtu, það veri easier because I only have one child. Þetta er rándýrt. Já. En fólk gæti kannski að, taka þetta upp. Já. Það væri þá aldrei. Það væri þá aldrei. Við höldum áfram hérna með góða tónlist. Þetta lag heitir Þú ert mín og er óskalag fyrir Auði Stefánsdóttur Flugfreyju sem hótaði að laupa nakin út á götu og hún fengi ekki að heyra þetta. Þetta er ljómsveitin Valdimar og lagið Þú ert mín, frábært lag. Þetta er útvarpsþátturinn FM 95 með þeim Birni Braga og Kristján Sturla er hjá mér í dag. Á morgun kemur Sveppi og daginn þar á eftir kemur Pétur Jóhann og vikan verður nú óbreytt á meðan Auður er í frí að því undan skildu að ég verði hérna við stjórnvölinn. En við erum komnir með góðan gest til okkar við Kristján og það er hann Pétur Örn Svansson, meistaranemi í sálfræði. Vertu velkominn. Takk fyrir kærlega fyrir. Pétur er hingað kominn til þess að ræða sjónvarpsþætti en hann er einhver fróðasti Íslendingur sem að fyrirfinnst sjónvarpsþætti og sjónvarpsþáttamenningu. Mikið rétt. Og Kristján, þú varst nú með Pétri í sálfræði á sín tíma. Já, það er mikið rétt. Og ég lærði mikið af Pétri í sjónvarpsþætti. Við vorum kannski ekki alltaf sammála þætti. Nei. En hann er með eindæmi fróður maður sjónvarpsþætti. Og margt annar enda líka. Pétur, þetta tengist eitthvað náminni en að þú ert að stúdera út í Kaupmannahöfn, ekki? Og leggur þar hvernig tvinnast þetta inn í námið þitt? Ég er að stunda nám í rauninni klíniskri sálfræði. Já. En þar sem maður býr nú úti og þarf ekki að fara á fótboltaæfingar eða í matarboð og fjölskyldum, þá gefst manni einstaklega mikil tími til að stúdera mitt uppáhalds. Sem er sjónvarpsþættir? Sem er sjónvarpsþættir, já. Ok, og hvað svona, við byrjum bara á því, sko, þú veist, hver eru svona uppáhaldsþættirnir þínir? Ok, þetta er góð spurning, sko. Og ef maður ætlar að stúdera sjónvarpsþætti, þá verður maður að hafa svar við henn og reiðum höndum. Já. Og það er náttúrulega ekki hægt að nefna eins og gæinn, like picking one of my children. Já, except that would be easier. Já. Þið átt bara eitt barn. Já, en bestu sjónvarpsþættir allra tíma, þá tala ég heilaða þrenningu. Það er Seinfeld. Númer 1, 2 og 3 nánast. Það eru bestu þættirnir. Okay. Og þeir hafa kent mér svo mikið. Já. Einmitt. Og svo kemur Arrested Development. Já. Ef við erum í Green Genre-inu. Já. Og svo loks Office breska. Já.
Þetta allt grínþættir. Já. Þú vilt meina að þetta séu bestu þættir sem hafa komið út? Alveg bara, ég veit það bara. Já. Og svo hafa allir þessi þættir svona vissa footnote, sko. Já. Eins og Seinfeld þá kemur Curb Your Enthusiasm og... Já, þessi þættir leiða af sér aðra þætti. En hvað með svona þættir svo, þú veist, Breaking Bad, Sopranos, X-Files? Nú það allt mjög góðu þættir. Lost, sem ég held nú mikið upp á, ég held eini á landinu sem klára að horfa á alla það þætti og... Já, eins og ég sé með þá þætti, sko, það meira þætti sem maður horfir á einu sinni og svo kannski aftur eftir 5 ár. Já. Á meðan þessir svona þættir sem lifa með manni og móta manneskjana sem maður er. Já, og gott endur á skildi. Já. Einstaklega mikið. Mikið notagildi. Hvað ert að horfa á eins og þú veist Seinfeld? Hvað ert að horfa, hvað heldur þú að fara hort oft í gegnum seríunar? Ég held að það er nú erfitt að segja, örugglega svona 8, 9, 10 sinnum, sko. Já. En málið er, maður er kannski ekki alltaf með fullkomna athygli, maður er ekki popp og setjast upp í sófa og bara horfa á eitt góðan Seinfeld á. Nei. Maður er kannski meira að svona incorporita inn í lífið sitt. Já. Og kannski eins og úti þegar maður er ekki með upptövel, þá er maður kannski að vaska upp, þá er maður með þáttinn á. Já. Og kannski þrífa, þá er maður með þátt á. Já. Og þetta verður til þess að manni leiðist eiginlega aldrei og leiðilegir hlutir í lífinu verður henni skemmtilegir. Já, ég skil. Ég man eftir að líka að þú horfðir á þættina stundum í sturtu og svo fórstu það jafnvel farin að hlusta á þætti bara. Já. Þurftur ekki að horfa á lengur? Í rauninni ekki, sko. Þó þetta ljómar kannski ekkert heilbreykt, en þetta er náttúrulega virkilega skemmtilegt. Getur þú útskýrt fyrir fólki hvernig þetta er hægt? Þú veist, horfir þú þátt í sturtu? Já, í rauninni. Þú tekur ekki tölvuna með inn í sturtu? Nei. En ég hef það bara tölvuna á vaskinum. Já. Og bara í rauninni, þú veist, það er þetta gæjast alltaf svona smá og kannski þetta þættir sem maður er að horfa á í annað 3. sinn. Já. Og þá er maður í rauninni bara að fylgja góðum vinum. Og með svona eða vinum þínum í sturtu. Já. Finnst þér eins og þekkir fólkið í þáttunum? Já, í rauninni. Já. En það er samt, sko, það er svolítið punktur sem maður þarf að skoða upp á að ef maður ætlar að meta gæði þátta, það eru karakterarnir og það er svo gríðarlega mikilvægt að geta samsvara sig með þeim. Það er einmitt Lost, sko, finnst mér vera mjög gott dæmi. Því mann þegar þeir þætti voru búnir, þá ég svona tómleika tilfinning. Það var eins og ég var svona kveðja af inni bara og ég svona einhvern veginn, mjög sérstök tilfinning. Ég held að allir sem hafa fyllt heilli seríu til enda, líka svona Sopranos. En það er engin annar sem gerir það með Lost nema þú? Nei, þess vegna fyrir bara einn og það var enginn til að tala við, það var svolítið erfitt. En það var svona, þú veist, maður svona einhvern veginn, ég saknaði það enn þann dag í dag. En þau eru þetta, þú veist, þetta ekki. En allir Ross og Rachel séu ennþá saman? Já, örugglega. Já. En þú veist, þáttur eins og Friends, kemst hann ekkert á listan? Hann er nú svona örugglega vinsælasti. Jú, hann á alveg að vera þarna, það er bara einhvern veginn, það er ekkert svo hipp og cool að segja Friends á listanum sínum. Nei, það er líka dalaði svolítið vel. Já, það er samt algjör hræsna því að sko sýndi með mann sem hefur ekki séð Friends. Já. Og þú veist, það horfa allir á þetta og... Já, nákvæmlega. En þú veist, færið ekkert leið á, eins og ég meina þú ert búin að horfa 8 sinnum á sama þáttin, þú veist, ertu ekkert komið leið á honum eða ertu alltaf að uppgöta eitthvað nýtt? Já, svona sko, eins og mér er gaman að skoða þætti sko, ef ég er að meta á þá að ranka það á svona skala sem að er greind versus flæði. Já. Og í rauninni Seinfeld eru svo háir á greindinni og eins með Arrested Development og eins með Breska Office, allt þættir sem að eru í inni heilugu þrenningu. Já, þetta er kent þar sem þú í skólanum sérst að læra. Já, Já, þetta er eitthvað viewing of shows. Já, End assessment, ég man ekki, það var eitthvað þannig. Ég er að þýði þetta af dönskunni. Já. En allavega þetta er allt þættir, ef maður horfir aftur á það, þá er maður alltaf uppgötað eitthvað nýtt. Já. Og Arrested Development er alveg einstaklega skemmtilegur í þessu, sko. Já, á þá eftir, sko. Já. Ég held að segja frá því. Það var líka mín helsta gagnrýni á þig, Kristján, þegar við vorum í sálfræðinni. Ég var alltaf að bera í því nýja þætti og þá varst alltaf að horfa á Sopranos, sko. Já, alveg Sopranos, í 2 ár. Það er 20 eitthvað þættir í hverju seríu og það er klukkutíma langur og ég horfa svona kannski 2 þætti. Ég er svona, ég er góður. En Pétur einhvern veginn, til dæmis Pétur fór aftur að horfa á Sopranos og hann eiginlega bara til að sýna honum hvað þetta tæki ekki langa tíma. Já, hann náði að horfa alla seríuna bara á svona einhverjum fárálegum tíma, sko. Og þá einmitt var að koma inn í, þú veist, hann var að hlusta á þættina bara þú veist, í bílnum og svo eitthvað horfa í sturtu og svona eitthvað sem ég vil njóta þér. Það er svona eljusemi.
Já, hann ennþá í sófanum með poppið. Já, ég sko, skemmtileg saga af því sko, ég neyddist til þess að horfa á Arrested Development, ég hafði aldrei séð það, en svo fór ég í skólaferðalag til London fyrir 3 árum og vildi ekki betur til en að ég fekk svo heiftarlega magapest bara á fyrsta degi að ég þurfti að liggja inn á hóteli allan tíman, bara þangað til við fórum heim og þá var herbyggisfélagi minn með ferða DFD-spilara og allt Arrested Development, þannig ég horfði á allt Arrested Development. Þannig þetta var bara besta frí æviðinnar. Í rauninni. Pétur, við ætlum að fá að halda áfram með þér hérna rétt á eftir en fyrst örstutt skilaboð. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á... Áttu smástund? Já, smástundirnar maður. Þessar stundir þegar okkur vantar bara smá pening í smá tíma. Já. Nú þá fer maður bara inn á smálán.is. Fær smá pening í smá tíma og það er ekkert smá einfalt. Sendu SMS í 1902. Smálán.is. Ekkert stórmál. Easy body? Nei, kallið minn. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Upp og dansa, þetta Lady Gaga og Colby O'Donis með lagið Just Dance. Þannig að mann enginn eftir einhver Colby O'Donis sem með henni í þessu lagi, en það skiptir ekki öllu máli. Björn Bragi og Kristján Sturla með ykkur til klukkan 6 og hjá okkur situr ennþá meistaranemi í sálfræði Pétur Örn Svansson og sérfræðingur sjónvarpsþætti. Við vorum að fara yfir í að ræða nýja þætti sem eru að koma. Svona, þú veist, við tókum svolítið góða þess að rispu þarna áður Seinfeld og fleiri þætti, en svona hvaða nýju þættir eru að gera það gott, strákar? Sá grínþáttur sem finnst mér alveg klárlega að standa upp úr þessa dagana, það er Modern Family. Já. Það er bara... það á bara engin breykið á núna. Nei, þeir eru líka svo fjölskylduvænir. Já, og hugsaðu líka því að þeir eru ekkert komnir það langt. Eins og 30 Rock sem fór gríðarlega vel á stað. Já, en eru svolítið súrir. Ég er að horfa á það núna, það er 7. seríu. Mér finnst þú reyndar góð, sko. En eins og aftur, ég er alltaf eins og eftir. Já, ég datt út í 30 Rock í svona 50 seríu. Einmitt bara skiljalegt. Já. En ég er alltaf á leiðinni að fara að horfa á Modern Family. Ég er búin að heyra mjög mikið að góða hluti. Já, mér er svo, sko, mamma mín er að horfa á Modern Family. Og það hefur ekki bara gerst, held ég, að ég og mamma séum að horfa á sama þátt. Nei. En þeir líka spanna allan skalan, sko. Já, sameinar kynslóðir. Það er sameinar kynslóðir. Það er rétt. Þetta segir mitt logo þáttarins. Já. Sameinar kynslóðir. Er einhverju fleiri þættir svona sem eru nýr? Einhverju spennu þættir kannski? Já. Skemmtileg spennu þætti núna. Maður vill náttúrulega alltaf detta í góða 40 mínútum þætti. Já. Og þá er nú ekki verra ef að serien er búin, svo maður þurfi ekki að downloada fyrst 2 þáttunum. Já. Og svo kólnar áhuginn ef maður gleymur honum í viku. Já. Og svo er maður alltaf komið 3. Já. Þannig ef þið eftir að sjá Homeland, þá myndi ég sjá þá. Já. Þeir eru mjög góðir. Já, ég byrjaði á fyrsta þættinum maður. Ég var ekki alveg, kannski þarf maður að horfa nokkra. Já, það þýðir ekki að horfa bara 1 þátt, Kristján. Já, það er aðlögunartíminn. Þeir hafa reyndar ekkert svo langan aðlögunartíma, en aðlögunartíminn er hvenær ertu komin inn í þá og ert farin bara, gaman. Já. Og meðan er svo úr einu í annað, eins og The Wire. Já. Það eiga að vera bara einn af bestu þættir sem gerir hafa verið. Já. En sko, ég er ekki að sætta með þætti með aðlögunartíma upp á 4-5 þætti. Nei, einmitt. Ég kemst ekki inn í það. Ég er sammála þér. Ég horfði á svona 2-3 þætti Wire. Ég var ekki hooked ennþá. Ég hef samt bara heyrt fólk tala vel þessa þætti, sko. Já, mér skilst maður þurfa að horfa alveg á 4-5, sko. Þá er það bara einhver geðsturlum, sko. Já, og ég var ekkert að horfa út í sturtunni. Ég poppaði og satt í sófanum og mætti 1080. Já, maður þarf bara að hafa texta með og allt saman, sko. Já, bara allan pakkan. Og helst glósa hjá sér. Já, þessi heitir þetta. Og svona kennara sem er að kenna manni eftir þættin. Já. Svo eru líka aðri þættir, breski þættir, þeir meita Luther. Já. Með heitir hann ekki Idris Elba. Já, nei, ekki smá svalur gæi, nei. Það er alltaf þættir sem ég mælum með fyrir þá sem er að leita sér að svona 40 mínúna spennu þáttum. Ég held að Idris Elba er kona. Þetta er kvenlegt nafn, en það er maður. Það getur vel verið að ég fara með. Jessica Alba, kannski sískinni. Og Jordi Alba, hann er reyndar maður, sko. En sko, erum við sammála það að fyrir þá sem hafa ekki séð Breaking Bad, að það sé þáttur sem að fólk á að fara strax á horfa? Þar er þáttur sem Það er uppáhaldsþátturinn minn. Ég ger það náttúrulega kröfur á hlustendur FM 957 að þeir séu búnir að horfa á Breaking Bad. Og eins er ég ekki að fara að nefna Dexter, þeir hljóta að vera búnir að því. Gaman að segja frá því líka, ég er að æfa þarna í Laugum og þar er maður sem lítur út alveg eins og Bryan Cranston. Þeir eru alveg eins. Er hann snóður? Hann er snóður og með svona einhvern veginn skegg og bara þeir eru alveg eins, sko. Og mér finnst það svolítið flott, sko. Ef þú ert að hlusta þarna maður, þá máttu heilsa Kristjáni næstur og sér hann.
Einhver svona lokaorðum þætti? Svo við bindum enda á þess að þátt að umræðu. Já, bara finni ykkur tíma. Tíminn þarna úti, þó að sem minn að vera. Já. Og var það lokaorðin? Nei. Lokaorð sem ég hef heyrst. Ok, mér skemmtileg sagði Breaking Bad. Það var bara on the spot. Ok. Það voru svona einhver menntaskóli úti í Bandaríkjunum sem voru í einhverju svona kjósa sér forma nefndar á sig eitthvað. Og þá kemur bara einhver spaði. Þetta lítur að vera bara eitthvað fárleríkt hverju. Kemur spaði og kosningaræðan heldur Gus úr Breaking Bad. Og bara eitthvað allt og svalur. Nema hvað, viku seinna, kemur mótframbjóðandinn. Er þetta að segja sannarsögu núna? Þetta er sann saga. Þetta gerist í alvörinni? Já, kemur mótframbjóðandinn með, hvað heitir, Bryan Cranston. Walter. Já, Walter og einn gæjan. Jesse? Já, Walter og Jesse. Þeir komu með kostningaræðinni á hinum gæjanum sem voru á móti og Walter bara eitthvað. You know, Gus is a bad man, we all know that. Og bara eitthvað ekki treyst orðið sem hann segir. Þetta er að rosalegasta sem ég hef heyrt. Er þetta tilengstaðar á teipið það? Já, ég sá þetta á Reddit. Er það? Vá. Kíkjum á það, en Pétur, megum við halda þér hérna eina kynningu viðbóta þegar við förum yfir sturlaða staðreyndir? Já, blessast. Já, við viljum hafa hérna hjá okkur. Nú er komið að lagi sem heitir Come Along með Vicky Martínez og CeeLo Green. Með Birni Braga og Kristjáni Sturlu og hjá okkur situr ennþá Pétur Örn Svansson og við ætlum að dempa okkur yfir í fastanlið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Er þið tilbúin í þetta? Já. Þetta er ekki flókið, þetta eru bara staðreyndir. Ok. Eða þú veist, svo segir allavega internetið, ég veit ekki, ef netið lígur, þú veist, hverju getur maður treyst á? Nákvæmlega, engum. En sko, sumið þarna trúi ég samt ekki, sko. Fyrsta staðreyndin í Sturlum staðreyndum dagsins er meðal karlmaður fær 7200 fullnæðingar yfir ævina. Ok. Er þið orðlausir? Er það þá í einrúmi eða er bara allt ekki með eða? Ég veit ekki, þetta bara stóð svona. Ég myndi halda að þetta væri allt saman, eða ekki? Jú, þetta gæti alveg passað. Hvernig er þetta mælt? Sko, ég veit ekki samt, ef þetta er sko einu á dag sinnum, þú veist, þetta er sko, ég held að þetta sé meira, sko. Ég held að þetta sé lág tala. Já, maður spyr sig, sko. Já, þetta er náttúrulega eitthvað meðaltal, skilur. Svo þú kannski í 14.000 og aðrir eru kannski í 5. Ég persónlega, eða bara, ertu að taka eitthvað dæmi? Já, ég sagði þú. Ok. En 1000 er, til dæmis 1000 bara, finnst mér samt svolítið verið mikið, því maður er svolítið lengi að tellja upp á 1000. 7000 og eitthvað, það er alveg. Já. Einn á dag í 3 árið 1000. Já, það er rétt. Ok. Herðu, hérna, stöldum ekki lengur við það. Í Japan er vinsælt að hrekkja fólk með því að tróða puttanum upp í rassinn á því. Það kallast kanjó. Er þetta nakinbora? Ég veit það ekki, þú veist, ég trúi ekki að þetta sé eitthvað algengt. Í grunnskólanum mínum, þá voru við hinni strákarnir, þeir voru svolítið að gera þetta og þá kölluðu þetta bora. En fyrst ég þetta klemma, þá klemdist rasskennunar, en við breyttum í bora. Svo var ég að keppa einu sinni og einn Í fótbolta? Já, í fótbolta. Og einn ætlaði að vera voða sniður í búningsklefanum. Og einn var komin sko í treyjuna, keppnistreyjuna sem er svolítið síð og hann ákveður að stekkur á hann og borra hann nema hann fattar ekki að hann var nakin fyrir neðan treyjuna. Nei. Hann náði sér seint. Það hefur verið kanjó. Já, hann er Dóri sem gerir það. Já, það hefur verið kanjó, japanskt kanjó. Kanjó. Herru, nýsjálenski, sko, þessari staðreind, þegar ég las hana, ég googlaði þetta og flettis upp og þetta er satt, sko. Nýsjálenski rúbíleikmaðurinn Wayne Shelford lenti einu sinni í því leik að rífa á sér punginn í rúbíleik, þannig að eistun á honum héngu úti. Býttu, hann fór á varamannabekkin og lét sauma pungina saman og kláraði leikinn. Ég veit ekki. Ég las þetta, ég náttúrulega bara fyrir kaldan svita, sko. En þetta er satt. Og þessi gæi er bara rosalegur, allt sem ég las hann var bara eitthvað, einu sinni braut hann 4 framtennur en tók ekki eftir því. Ég er alltaf fann að ímynda mér þetta, mér finnst mjög óþægt. Getum við farið í næsta? Ég velst aldrei að sé þannig. Ok, næsta er Bollywood varð til 11 árum og undan Hollywood. Alltaf þessi er rétt? Já. Ok. Mér finnst það bara eitthvað ómerkilegt. Þú þarft að lappa yfir heilan fótboltavöll til að brenna einu M&M. Í alvörinni? Sko, þegar maður pælir í því, sant, þá sko, maður brennir ekkert það miklu við að lappa. Nei. Það veist, þannig að... Við myndum skokka, það var kannski hálfur. Já, ég held að. En svo getur, já, ég veit ekki. Við vorum að tala nammi á hann. Borðaði í hófi. Já. Herru, næsta er svolítið góð. Samkvæmt könnun er einn af hverjum 14 bandaríkjamönnum tilbúin að drepa einhvern fyrir $3 milljónir. Vá.
Hvað segir þið þessu? Ég held að þetta sé spurning sem er mjög auðvelt að segja já. Sérstaklega í góður vinahópi. En when push comes to shove, þá munum menn ekki gera það. Já, ég held sér rétt við Pétri. Og Pétur er náttúrulega með meistaragráðu í sálfræði. Já, eftir 2 mánuði. Já, styttist í hana. Þannig þetta er eiginlega sálfræðilegt mat. Já, þetta er eiginlega sálfræðilegt mat að menn eru tilbúinir að segjast alltaf að gera þetta en þeir myndi ekki gera þetta. En það er alveg potið einhverju sem myndur samt gera þetta. Fyrir $3 milljónir. Já, en það er svona, myndur þú borða kúk fyrir $1 million? Já. Þú veist, já, en þú veist, maður er ekkert að borða kúk. Það er svolítið eftir hver það er sem kúkar hún. Já, það var svolítið fyndið. Ég var hérna einhvern tímann daginn í útvarpinu. Fyrir þá sem vita ekki, þá er hljóðverð bylgjunar hérna beint við hliðina á og það er svona glerhurð á því eins og hérna. Og við auðvitað vorum að labba hérna út og hann segir við mig, ég skal borga 50.000 kall ef þú ferð úr að neðan og setur vinina þér í hurðina á bylgjunni. Og ég bara, ef þú borgar mig 50.000 kall, þá skal ég gera það. En hérna svona endaði að gera það ekki, en svo kíktu við inn og þá var bara Ólafur Ragnar Grímsson forseti í viðtali. Þannig að það hefði verið svolítið fyndið ef ég hefði látið vera að því. En ég gerði það hins vegar ekki. En fleiri sturlaðar staðreyndir. Á meðan Steven Spielberg var að gera myndina Schindler's List, hringdi gamanleikarinn Robin Williams í hann á 2 vikna fresti til að hressa hann við, af því hann var svo leiður. Spielberg er náttúrulega gyðingur og það hefur svona verið erfitt fyrir hann að gera þessa átakanlegu mynd. Þetta finnst mér mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt talent. Líka fullkominn maður til að hringja í sig. Já. Það er ekkert eitthvað mamma, er til að heyra í mér líður illa. Það er bara Robin Williams. Já, nokkulega. Já, það er alveg. Þetta er mjög skemmtilegt. Yfir 1000 farsímar eru teknir í notkun á hverri mínútu. Hvert er verið að ringja? Spyr ég nú bara. Já, það er magnað. Já. Það mista mjög líklegt. Ok. Á 19. öld tíðkuðust kattabrennur í Fraklandi. Og þá er það síðasta sturlaða staðreind dagsins. Eiginmaður Dione Ross sem söng lagið Ain't No Mountain High Enough dó í fjallaklifurslýsi í Suður Afríku. Hvað finnst ykkur það? Hlærið þú, Pétur? Hlærið við að ofgjafannara? Mér finnst það mjög skemmtilegt. Það er kaltænislegt. Já, svona, já. Mér finnst það bara skemmtilegt. Ég skil það núna. Finnst það skemmtilegt? Ég meina, hann dó greinilega að gera eitthvað sem hann hafði gaman af. Já. Og þá finnst mér þetta bara einstaklega fallegt. Já, nákvæmlega. Þeir eru svolítið í þessir eiginmenn söngkvenna eins og hérna Sonny og Cher. Sonny, dó hann ekki í skíðaslýsi eða? Jú, gott ef ekki. En þess staðurinn gæti samt verið algjör kjaftaði því að þetta hljómar svona skemmtilega. Ég fletti þessu upp samt, líka. Og það var einhvern tímann hann að svona, hérna, kjafta sagði það að Bobby McFerrin hann að. Já. Hann hefði drepið sig úr þunglindi eða eitthvað svona. Hann sagði Don't worry, be happy. Já. En svo reyndist það ekki til að rétt. Mér staði eins og var leiðilegt að heyra. Hvað? Ef hann hefði drepið sig úr þunglindi. Já, það hefði mjög dapurlegt, sko. Já. En þú veist, hitt er svona kaltænislegt, en kannski ekki skemmtilegt samt. Nei. Cher er heldur ekki mamma Marilyn Manson. Nei. Pétur, það var frábært að hafa þið hérna hjá okkur í dag. Ég þakka bara kærlega fyrir mig. Já, takk fyrir Pétur. Við höldum áfram að fá að minna örstuð skilaboð. Plata vikunar á FM 957 er föstudagslaugin með Sverrir Bergmann og Halldóri Gunnari. Eru bátadagar, bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur. Hlöllabátar. Þetta er Lights með Ellie Goulding hér í FM 95 Björn Bragi og Kristján með ykkur í nokkrar mínútur í viðbót og við eigum eftir það sem við ætlum að gera hérna áðan að fara, af því að það er búið að vera svo gaman hjá okkur. Við eigum eftir að fara í Barnaland dagsins, vikulegu liður, þáttarins. Þannig að við höfum það bara stutt að þessu sinni og ég bombaði þessu bara á þig. Þetta er sem sagt topic úr Barnalandi eins og við förum, þú veist, er.is eða bland.is eða hvað sem menjuleg kallar það. Þetta eru nokkur topic og ég bombaði þeim á þig. Ok. Og ég vil fá þig til að kommenta á þig. Ok. Fyrsta er skoðanakönnun. Eru börn í dag verr upp alin en áður? Það er The Fruitcake Lady sem að spyr. Og já, segja alveg 47,9%. Nei, segja einhver 30%. Þannig að það eru fleiri á því að þau séu verið upp alin í dag en áður. Já. Hvað segir þú, sálfræðimenntaði Kristján? Sko, ég veit ekki alveg, sko, ég held að sko, merkileg staðreyndi mitt að hérna, ég manni lærði það eins og að fyrsta rita heimild sem fannst í heiminum, hún hérna fjallaði með það að eldri kynslóðin var að hafa áhyggjur af yngri kynslóðina. Það var nú allt bara farið til. Þetta var einhvers veginn Mesopotamíu fyrir mörgum 1000 árum síðan. Þetta er sagfræði þátturinn FM 95 Já, en út frá því vil ég segja samt að hérna, ég er nú að vinna í félagsmiðstöðu hjá ármennum og það þangað segja mikið á unglingum og það hérna, ég, veist
Ég ekki að taka eftir því að sé eitthvað verra fólk sko í dag heldur en þegar ég var. Ég meina, þú veist, þetta er allt frábærir krakkar og ég held að sé mikið... Allir nema einn, það ekki? Allir nema einn, reyndar. Nei, en ég veist svona umræða alltaf svolítið svona skrítin, sko. Já, ég held að þetta sé einmitt rétt hjá þér. Ég held að allar kynslóðir upplýðu þetta einmitt, sko, að svo sem er eldri kynslóðinni finnst svo unga vera svo hræðileg. Já, ég finnst eins og unglingar, þú veist, allan það sem ég er að vinna, bara skemmtilegasta fólk sem ég finn, sko. Skemmtilegri en ég? Stundum. Ok. Stundum ekki. Ok. Talandi börn, þá er hérna eitt komment sem er frá Venja og það er barn sem brosir aldrei. Vinkona mín og son sem brosir sama og aldrei. Hann er rúmlega 30 ára og virkar ekki þunglindur eða neitt hannig. Maður sér alveg að hann er að skemmta sér og finnst gaman, en brosið sést bara svo til aldrei. Ég hef aldrei séð hann brosa. Hún segir samt að hann komið frá venjulegu heimili og svo framvegis og spyr, er þetta einkenni af einhverju röskun eða eitthvað svo leiðis? Já. Svolítið heavy topic. Svolítið heavy. Nei, sko, ég peka á það, mér finnst þetta vera svo töff. Brosa aldrei. Já, vera svo yfirvegaður. Prinsip bara. Já, þú veist líka ef hann er að skemmta sér, fattur, ef það er alltaf góð á honum. En eru þið viss hann sé að skemmta sér? Já, ég veit, hún segir það allavega. Mér finnst þetta vera svona eins og hann sé einhver snillingur, sko. Það gæti verið. Það er svo þegar maður fyrir Ameríku til dæmis, þá hlær fólk ekkert, en þú segir bara, þetta er fyndið, þetta er funny. Eða eitthvað svona, þú veist, hann er ekki svolítið þannig típa. Bara já, þetta er mjög fyndið það sem þú ert að segja. Og ég ætla ekki að laga samt, en þetta er mjög fyndið, eitthvað svona, takk fyrir það. Ég held að þetta sé bara mjög klár, krakki. Já. Herru, svo er það hún Fabiola sem er að leita að rómantískum stað til að fara út að borða á. Og hún er að velta fyrir sér sushi, samba eða grillmarkaðnum. Hvað segir þú, Kristján, við því? Hvernig líst þú þessa tvo? Er einhver annar sem kemur betur greina? Ég hef eitthvað ekki farið á sushi-samba, en grillmarkaðurinn... Rosa gott á sushi-samba. Já, mér finnst grillmarkaðurinn alveg ógeðslega flottur, sko. Ef það var nógu gott fyrir Tom Cruise, þá var það nógu gott fyrir okkur. Já, fór hann á grillmarkaðinn? Nei, hann fór á sushi-samba. Hann fór á sushi-samba, já. Ég hef ekki komið á það, en ég veit ekki, mér finnst bara grillmarkaðurinn svolítið töff, sko. Já, og líka Ítalía. Já. Og Argentína. Já, einmitt. Staðir sem heita eftir löndum. Þetta er svona, já, kannski einhver tengsl á milli. Já, kannski. Hotnið. Nú, að lokum er það spurt vinkonur okkar í The Charlies. Frægð og frami, spurningamerki, og það er könnun. Hvort það er semst muninn á frægð og frami eða ekki. Og það er bara annars vegar já og nei. Já. Og 91,57% segja nei, en 8,43% segja já. Já. Þannig að fólkið á Barnalandi hefur ekki trú á The Charlies. Nei. Ég, við kannast aðeins við það, sko, en það eru, við vonum bara það besta. Já, við vonum það besta fyrir þér. Þetta eru náttúrulega vinkonur okkar. Við bara vonum að þeim gangi allt í hægt. Algjörlega. Allt í lagi. Herru, fáum hérna eitt lag áður en við kveðjum. Þetta er Inspire of Me með Diktu. Nýjasta frá Diktu og heitir Inspire of Me. Diktu. Já, FM 95 Bjö er á enda. Já. Kristján Sturla, það var... Já, ég lofaði hérna að skila kveðju til nokkura unglinga í Árbænum. Nú? Úr félagsmiðstöðinni? Já. Gett á hennu? Gett á hennu. Það er ekkert gett á hennu. Nei, ég er úr Árbænum, ég má segja svona. Já, ok. Já, ég skil ekki. Það eru þau hérna Sveinn Aron. Já. Aron og Richard og Hrafnildur. Já, þau fá kæra kveðju. Kæra kveðju. Frá Kristjáni og mér. Já, ég vonaði bara þessu að hafa sér vel. Já, eins gott fyrir þig að halda Árbænum í lagi. Kristján, það var einstakt að vera með þér hérna í dag. Sömuleiðis. Þess að kíkja það neitt að sinna. Já, það er bara mjög gaman. Ég verð hérna næstu 3 vikurnar á meðan að Auðun Blöndal er í sumarfríi. En þið þurfuð ekki að örvænta þó FM 95 Bjö sé á enda því að hingað er komið útvarpslegendið Rikki G sem ætlar að halda stjórnartaumana til klukkan 9 þangað til á morgun en þá verður sveppið með mér verið sæl.